Ok, við skulum byrja að fjalla kafla 4.1 í forritum í MATLAB og þessi kafli fjallar teikningar í MATLAB eða gröf. Og áður en við byrjum að fikta, þá skulum við tala nokkur mikilvægar föll sem að snúa þessu. Fyrsta sem við bætum við að við ætlum að skrifa close all núna líka. Við skrifum clear, CLC og close all. Efst í kóðan okkur myndir. Það sem þetta gerir að CLC það sem hreinsar command window, clear command window, svo stendur henni fyrir. Clear það hreinsar workspace eða vinnu breyturýmið hjá okkur. En close all það lokar öllum opnum gluggum. Close lokar síðustu myndinni en ef við segjum close all það lokar öllum myndum. Þannig að best að setja það bara á upphafi ef við erum opnum marga glugga með myndum. Og skipunin til þess að teikna upp mynd eða plotta mynd er bara einfaldlega plot x, y. Það sem að x-gildin þau eru gildi sem farið til x-ás og y það eru gildi sem teiknast til y-ás. Þannig ef við myndum setja 1,2 þá myndum við punktin 1,2. En ef við setjum 1, 1, 2, 2 þá fáum við punktin 1, ef við segjum x, 1, 1 og svo hérna 2 og 3 þá fáum við punktin fyrst 1,2 og svo punktin 1,3. Talnarunnar x og y verða að vera jafn langar eða hafa saman fjölda tölum. Og í þessari einföldustu mynd við lærum síðar allavega alveg í botn að fara að teikna í lok 3. kafla. En þessari einföldustu mynd þá teiknast einfaldlega bein línustrik á milli punktana. Þannig sem við erum að tala um áðan að við erum með x með gildunum 1, 1 og svo y með gildunum 2 og 3 þá teiknast bara beint blátt línustrik á milli 1, 2 og 1, 3. Og eins og við talaðum hér nánari leiðbeiningu útskýringu að finna í kafla 3, 5. Svo það síðasta fallið sem við ætlum að nota í þessu, það save as fallið. Og við notum það til þess að vista myndina sem við höfum búið til. Og það hefur á þessu formi hér að við skrifum bara GCF. Þetta stendur fyrir get current figure og við verðum bara alltaf að hafa þetta með í fallinu fyrst. Svo setjum við kommu og svo nafnið með endingunni. Og nafnið það verður að vera lýsandi. Best að nota svona nokkur veginn sömu reglur nafn á myndina eins og við höfum notað fyrir breyturnar í MATLAB. Ekki byrja á tölum þó það megi svo sem. Notum undirstrikk eða stóra stafi til þess að tákna í staðinn fyrir bíl og við höfum engan bíl í nafninu og enga íslenska stafi. Oftast það í lagi en það getur stundum verið varsamt. Sérstaklega til dæmis ef við viljum að nota þetta kannski myndin áfram í LaTeX eða eitthvað líka. Þá er best að nota bara þetta sama form og notum fyrir breyturnar. Ending þetta sem við getum valið er ákveðin snið af myndina. Hérna stendur punktur XXX að við getum sett eitthvað. Og sniðin sem við getum kannski valið PDF, JPG, JPEG eða EPS. JPG og JPEG eru pixlaða myndir en PDF og EPS eru vektormyndir og PDF tryggir töluvert betri gæði heldur en á pixluðmyndum. Það er þetta þýsi inn eða zooma á fullu sem að pixluðmyndirna bjóðu ekki upp á en eru mjög með endalega zoom og heldur gæði en PDF eru svona óendalega gæði. Það er grunninn. Ok. Þannig að við erum komið þessi tól hérna og við skulum aðeins kynast þessu hérna. Búum til lítið dæmi. Segjum fólksfjöldi í langt í burtistan hafi verið 140 manns árið 1992 og næstu 6 ára á eftir fjöldin 149, 135 manns, 142 manns og 137, 122 og síðast 140 manns. Við höfum búið til breytum þessum tölum og teiknum upp í MATLAB með plottfallinu. Þannig að við skulum hefst hérna clear, CLC og close all. Og svo voru gefin árfjöldi og fólksfjöldi, þannig að við segjum bara ár hérna. Það er gefið þetta þegar 1992, 1992, svo næstu 6 ára eftir. Við skrifum það inn. 1995, 1996, 1, 2, 3, 4, 5, 1997 og 1998. Það er fyrsta og næstu 6 ára eftir. Og svo hérna gefin fólksfjöldi 140, 149, 175 og við rifjum þetta upp. Við getum skrifað margar tölur inn í eina breytu, búið til talna runu, gefin eitt heiti með svona hotklóð með þessum hátt. Og
búin til næstu bit sem þetta var fjöldi. Fyrst var 140, svo segi ég 149 einma rétt. 149, 140, 149, 135, 135, 42, 137, 142 og 137 og 132 og 140 síðast. 132 og 140 síðast. 1, 2, 3, 4. Ok, passar. Runurnar er svolítið jafn langar, ég var bara að tryggja það. Ok, lokum því. Og við erum teiknað upp með plottfallinu. Þá erum við þessu upp þetta close all, við erum búin að nota það. Plott x og uslun, við erum að bæta því við hérna. Þannig að við getum sagt plott, ár og fjöldi. Og svo save as. Við skulum bíða með það í bili, en látum þetta duga að teikna upp myndina. Því að bara hafa plott, það bara teikna upp myndina. En save as er til þess að vista myndina í vinnumöppuna hjá okkur. Þannig að byrjum á þessu hérna. Og þá sjáum við hérna þessi mynd hér. Og nú eitthvað. Já, ég átti með þessu hérna. Fyrsta árið er vittlistinn, þetta var 1992. Svona. Þetta er öllu eðlir að það sé hægt að vana á. Hérna getur séð að 1992 voru 140 manns og hér er punkturinn þá 1992,140. Næst kemur punkturinn 1992 og 149, 35, 142, 132 og 140. Og hérna sjáum við þess að bein blá línustrikk á milli punktana alla, samleikindi 2 punkta. Ok. Þannig að svona getur séð myndina, við getum stækka gluggann og setja músina yfir að fá við upp punktana. Hægt er að vista myndina líka hér, en best er að gera það bara í kóða, þá yfirskrifast myndin við réttum kóða og yfirskrifast í hvert skipti sem við keyrum kóðan. Þannig nú skulum við byrja á því. Við gerum hérna save as, fallið sem að segja, og svo GCF, við byrjum alltaf því, get current figure, og svo ætlum við að gefa myndin eitthvað nafn og setja endingu. Þannig að setjum hérna bara ekki fjólk, þetta er fólksfjöldi, langt í burtistan. Og höfum .pdf, þá fáum við fullgæði. Og þá getum við keyrt það. Þá sjáum við að myndin birtist þetta. Svo birtist þetta í vinnumöppuna pdf-skrá sem heitir fólksfjöldi langt í burtistan. Og það er þá myndin okkar. Og við getum opnað hana. Þá kemur myndin okkar. Hún kemur á pdf-blaði sem er A4-blað. Og ef við setjum hérna inn í LaTeX þá þurfum við bara að trimma hana hérna. Þannig að það passi vel og gerum það bara í LaTeX. Gerum það ekki í öðrum forritum, annars skemmum við myndina. Ok. Og þetta er nokkurn veginn alveg eins, helsti munurinn þá er bara annar titilla, sem bara fínulega. Og hér er bara nokkurn veginn atriði sem við tölum Ok, hér stendur skrifin í MATLAB skriftu þessa raunu hérna 0, 30, 45, 90, 135, 150, 180, 210, 225, 270, 315, 330, 360 og setjið sem inntak inn í sínusfallið. Notið viðeigandi MATLAB sínusfall, þannig að fallið skilji inntaki sem horn í gráðum og teiknum svo upp sínusinn á lóðréttan hitás sem falla gráðutalna á lóðréttan hitás. Ok. Þá skulum bara vista hann á kóða hérna. Fyrsta eða segja bara hvað er þetta fólksfjöldi? En notum hérna .m eða þá bara tökum undir mjög burtu og þá sér MATLAB að setja rétta endingu á .m. Ok. Þá getum við nýja, clear, close all og þetta voru okkur gefum horn í gráðum, þannig að við skulum miða við það. Skýrum þetta bara gráður og svo 0, 30, 45, 0, 30, 45. Næst kemur 90, 135, 150, 90, 135 og 150. Svo kemur 180, 210, 225 og 270.
210, 225 og 270, 315, 330 og 360, 315, 330 og síðast 360. Rifjum upp að ef við keyrum hérna góða þá fáum við að prenta hérna út, en ef við setjum semikomið á þá prenta MATLAB ekki út. Og tökum líka eftir hérna hægra megin, MATLAB gefur ykkur viðvörun. Hérna þrítingur segir warning found, line 3 add a semicolon after statement to hide the output. Bara segja í línu 3, setja semicolon aftast til þess að það sé ekki að birtast í skipunum klukkan. Það var nátt við að við viljum oftast hafa svona vald á því, þannig að við prentum með eins og höfum kynst F-print F eða eitthvað álíka. Svo áttum við að teikna þetta upp, eða setja fyrst inn í sínusfelli og teikna svo upp. Þannig að við getum sagt hérna sínus sin af grátur. Nei, sin D af grátur. Stoppa þetta andartak til þess að leyfa ykkur vonandi átta ykkur á þessu að þetta eru gráður, þá viljum við nota sin D fyrir degrees. Ef þau nota sin D þá hefur ekki fengið þenni þau sem áttu von á. Og svo áttu að gera plott og teikna hana upp hérna. Gráður sínus. Svo getum við keyrt góðan. Og að fáu upp myndina hérna. Sjá. Það var svo sem ekki tekið fyrir hérna í leiðbeiningu þetta með vistana, en svona myndum við vistana ef við þyrftum þess. GCF, gefin eitthvað nafn og endingu. Svo hérna tekið fram bara að eins og við sáum á myndinni, hún nokkuð gróf. Línustrik, 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 dung, 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 dung. Ef við hefðum viljað fá við, því við vitum það, við þekkjum sínusfalli, það lítur nokkuð vel út. Mjúkar hreyfingar, en þetta er ekki mjúkar hreyfingar, þetta er nokkuð hvasst hérna, hornin. Og það var bara sagt hérna að ef við viljum fá nokkuð samfellda tölur, þá getum við nota linspace A, B sem býr til jafn munarunnu með A sem fyrsta stakk og B sem er síðasta stakk og býr til 100 stök. Þannig að skoðum það aðeins, búið til 100 stakka telunarunnu sem byrjar 0 og endar pi og teiknum upp sínus á bylinu. Það sem áttu með því er að nýjan klukka vistum þetta bara teikna ef að segja grófan sínus þá getur næsta verið clear close all gráður nei, hérna talaði 0 til pi, þannig að það er þá ekki gráður, þannig að við sköllum þetta bókamál og hann tekið fram að linspace væri fallið sem við nota A, B. Ef við segja bara A, B, gerum það bara A, B og A átt að vera 0 og B átt að vera 2 sinnum pi. Það getur því líka að við þurfum að nota margföldarmerki við 2pi, af því þó 2pi þekkt í stærðfræði getur ekki MATLAB þekkt í munnaði, þannig við þurfum að vera mjög skýr í MATLAB og segja nákvæmlega hvað við viljum gera. 2pi. Ok, við þurfum ekki að prenta þetta út, en við getum svo sem sé staðfestu hérna 300, þá vitum við hérna þetta eru 100 double tölur eða 100 tölur bara einfallega. Svo ætlum við að teikna þetta upp. Auðvitað eftir að búið til sínusinn, saman sem sin, og að því hér erum við bóamál, þá þurfum við ekki að nota sin D. Nákvæmlega, bóamál. Og sjáum við fá mikið svona mýkri ferill. En að síðast þá vorum við svona hvöss horn og svona. Og munum bara þegar við notum save as, þá þurfum við að nota GCF. Svo getum við líka minnist hérna á ein önnur önd að nota help. Þannig að við getum líka hrifið upp hérna help, save as. Þá kemur svona upplýsning hérna. Fullt upplýsingur sem við þurfum ekki að spá mikið í. Save figure og Simulink blokkdiagram. Við þurfum ekki að spá eitthvað Simulink blokkdiagram er. Desired output format. Og hérna bara tekið H er handle to file called file name.
En í okkar tilvíkjum þá notum við bara GCF. Hér til dæmis tekið fram. FIG og BMP eru ákveðnar endingar. FIG þetta bara matlabind, það mistur sem matlabind og BPM er encapsulated postgres file. En við getum nefnilega gert save as get current figure og skrifa nafni okkar hérna ef við segja mjúkur notum það sem þetta sinus svo getum við sett næst þá getum við sett pdf og veitum það er það sem við viljum hafa keirum það og vistast myndin hérna mjúkur sinus vistum kóðan að lokum teikna mjúkan sinus ok, þetta lýkur þá þessum kafla hluta og takk fyrir í dag